Komið í sæl og blessuð og velkomin í stjörnumerkja lesturinn. Ég er að gera svolítið sem ég hef aldrei gert áður. Það er að taka svona smá lögn fyrir hvert stjörnumerki og sjáum bara hvernig það gengur. Þetta er svona fókusað á helgina en gæti alveg verið eitthvað aðeins lengra fram í tímann. Hrúturinn er fyrsta merkið dýrahringsins, þannig að við byrjum á hrútnum. Hvað er hrúturinn að bralla þessa helgina? Hvernig orka er í gangi fyrir hrútinn? Við skulum sjá. Já. Samkvæmt þessu líður hrútnum ekkert sérstaklega vel í augnablikinu. Það er búið að vera erfitt. Það er búin að vera sorg, það er búin að vera erfiðar tilfinningar, eftirsjá og hrúturinn er búin að vera að fókusera svolítið á fortíðina. Það er hérna kvennorka eða kona sem hefur verið að hjálpa hrútnum að rísa svolítið upp úr þessari neikvæðu nostalgíu og reyna að hjálpa hrútnum að horfa fram á veginn. Þessi kvennorka er ákaflega nærandi og gefandi, þarf ekki að vera kvenmaður en gæti samt verið og gæti verið góð vinkona eða systir eða móðir jafnvel. Og það er svona vöxtur hjá hrútnum þó að líðanin kannski segi annað. Erfiðleikunum fer að ljúka og málið er að mestmegnis er þessi líðan svolítið hugsanir hrútsins sem eru svolítið að gera út af við hann. Það er verið að spóla gamlar spólur fram og tilbaka. Verið að svolítið að velta sér upp úr neikvæðum atburðum í fortíðinni. Því fer að ljúka, eins og ég sagði, og kominn svona tími á betri tíma fyrir hrútinn. Þessi kvennorka sem ég talaði er mjög hjálpleg hérna og styður við hrútinn tilfinningalega sem er mjög jákvætt og síðan er önnur kvennorka hér líka sem er meira í því að byggja svona upp praktísku hlutina í kringum hrútinn. Hrúturinn er ákaflega sterk persóna og það þarf svolítið mikið til að slá hann út af laginu. Hann er eldmerki og krafturinn sem einkennir eldmerkin er hérna á næsta leiti. Hlutirnir eru að fara að komast í gang, hjólin eru að fara að snúast, það eru allskyns samskipti að fara á flug og þessu erfiða tímabili sem er jafnvel hægt að líkja við veikindi, því er að ljúka. Framundan er ákaflega gott og farsælt tímabil og sumarið verður einstaklega gott hvað þetta mál og þessa líðan varðar.
Því þetta er ákveðið sorgarferli sem hrúturinn er búinn að vera að fara í gegnum. Og það er að taka á sig loksins svona nýja jákvæðari mynd og hann er að skilja svolítið þetta sorgarferli eftir sig, að baki sér. Skilja við það. Sumarið er byrjað og hrúturinn tekur í fagnandi. Þetta er líka spurning fyrir hrútinn að fara að byggja aftur upp ákveðna rútínu sem að hendar honum vel. Orka hrútsins er oft mjög mikil og getur verið, það getur verið erfitt fyrir hrútinn að slaka á. Stundum þarf hann hreinlega að setja það inn í rútínuna, að bæta slökun við inn í rútínuna, annars gleymir hann að slaka á milli verkefna. Og það getur verið bara mjög mikilvægt fyrir hann, svo hann gleypi ekki bara allt sumarið í einum bita. Þetta sem hrúturinn er búinn að ganga í gegnum á eftir að veita honum mikla innsýn og mikinn þroska, því að þetta ferli sem hefur verið erfitt á jafnframt eftir að þroskan. Hann gæti verið að íhuga eftir svona seinni-part sumars að fara í nám og fara þá að læra eitthvað sem að svona stendur hjarta hans nær, og það er hluti af svona uppbyggingarferli sem að er í lífi hans á næstunni. Þannig að í hnotskurn varðandi helgina og eitthvað framundan, erfiðleikunum er að ljúka, hlutirnir eru að fara að taka á sig nýja mynd, það eru breytingar framundan, hreyfing og bjartir og þroskandi tímar. Síðan skulum við sjá, tökum eitt svona fyrir hrútinn. Já, mikilvægt að horfa á hlutina í heild sinni, fá heildaryfirsýn, passa sig að staðna ekki í smáatriðunum og naflaskoðunin er búin. Horfa á heildarmyndina og sjá svörin þar. Bæði varðandi hvaða þroska þetta getur fært hrútnum og líka hvaða þroska þetta færir hinum aðilunum varðandi það sem hann var að ganga í gegnum. Hvort sem það voru veikindi, skilnaður, annars konar erfið samskipti. Það að sjá heildarmyndina hjálpar mikið til. Svo fáum við hérna einn álf. Þetta er vorið og vorið táknar sprotana sem er að byrja að löfgast, þannig að það er eitthvað nýtt og spennandi framundan fyrir hrútinn. Og það er nú hálfgert vor hérna hjá okkur ennþá, þó að samkvæmt dagatalinu okkar eigi sumarið að vera byrjað. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að hrúturinn verður var við á næstu dögum og vikum, að lífið hans er svolítið að springa út eftir erfiðan vetur. Að lokum ætla ég að draga svona spil fyrir hrútinn sem er nú meira bara til gamans gert, og það er varðandi ef að hrúturinn er með einhverja ákveðna spurningu, að þá er þetta svona bara já og nei svar, nokkurn veginn. Já, hrúturinn þarf greinilega að tjá sig betur. Það er einhver þarna sem er ekki alveg að skilja spurninguna eða það sem að hrúturinn er að spyrja um eða biðja um.
Þannig að skýr tjáning, skýr samskipti er það sem að gildir helgina. Bara fyrir ykkur sem að sjáuð ekki spilið, það stendur What did you say? Eða hvað sagðirðu? Kannski svona pínu ögrandi tónn í þessu líka. Og hrúturinn veit af því ef að það er eitthvað sem að hann þarf að orða öðruvísi eða segja á annan hátt. Já, þá ætla ég bara að þakka hrútnum kærlega fyrir að horfa og hlusta og vonandi verður helgin góð. Ljós og kærleikur.